Snædal. Ég býð ykkur velkomin til 273. fund bæjarstjórnar Fjarðabyggðar. Haldið hér á bæjarskrifstofunum á Reyðarfirði og segjan settan. Hér á dagskrá í dag eru fundagerðir bæjarráðs númer 627, fundagerð fræðslunefndar númer 72, félagsmálanefndar númer 124. Síðan hef ég ætla ég óskað því við bæjarfulltrúa að fá að taka inn fundagerð landbúnaðarnefndar með afbrigðum. Það til þess komið að öllu jöfnu ætti hún að fara fyrir fund eignarskipulags- og umhverfisnefndar á mánudaginn sem undirnefnd. En eina sem er ekki lítið verkefni landbúnaðarnefndar á 24. fundi var að ganga frá fjallskilaboði og gangnaseðli fyrir sveitarfélagið. Þau þurfa að fjallskilaboð þurfa að hljóta samþykki sveitarstjórnar eða bæjarstjórnar hverjus áður en þau taka gildi. Og þar leiðandi getum við ekki beðið því að fjallskil fara af stað fljótlega í september. Þannig að við höfum ætla óskað til því, hreyfingi því andmann, við tökum landbúnaðarnefnd 24 hér inn til umfjöllunar og þar leiðandi náttúrulega fjallskil og gangnaseðl 2019. Síðan hér fundagerðir barnaverndarnefndar 103, 4 og 6 laða fram og svo fjárhagsáætlun 2019 viðauki 4 sem er hér á dagskrá í dag. En þá göngum við til dagskrár og fyrst er fundagerð bæjarráðs númer 627 og orðið lust hana Eydís Ásbjörnsdóttir í beðum orðið. Gerðu svo Eydís. Forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Fara yfir nokkra liði fundagerð bæjarráðs númer 627. Liður 1, fjármálastjóri kominn á fund bæjarráðs og fór yfir drög fjárhagsáætlunar að rammaúthlutunin vegna fjárhagsáætlunar fyrir árið 2020 og fjárhagsrömmin verður svo úthlutað til nefnda á næsta fundi bæjarráðs 2. september næstkomandi. Og liður 4, Nóri þjónustusamningur við GML, starfshópur sem hefur verið að störfum endurskoðun fræðslu- og frístundastefnunnar hefur lagt til að Fjarðabyggð taki upp kerfi Nóra sem er upplýsinga, þjónustu og innheimtukerfi fyrir íþróttafélög, félagasamtök, fyrirtæki og sveitafélög. Í dag eru 800 aðilar að nota þetta kerfi og eins og fram kemur í minnisblaðinu sem fylgir undir þessu lið þá er nefnt hérna á nokkra kosti og sem meðal annars að það auki sýnileika á framboði í íþrótta- og tómstundastarfi, að samræmi skráningar á námskeið hjá íþróttafélögum, auðveldi íþróttafélögum utanumhald og skipulagningu námskeið og æfinga. Auðveldar íþróttafélögum að innheimta gjöld og vinnu við bókhald og ef það verður tekið upp frístundastyrkjakerfi þá mun það auðvelda þá innleiðingu. Og það er unnið þannig að kerfið vinnur með öðrum kerfum eins og íbúðagáttinni þannig að íbúðar geta þá farið þar inn og séð þar hvað er í framboði í tómstundum og íþróttum hjá sveitafélaginu. Og við eflaust þekkjum það öll hérna inni að það hefur verið talað að vanti svolítið upplýsingaflæði þar. En bæjarráð samþykkti samning vegna kerfisins og kostnaðurinn á að rúmast þar innan fjárhagsáætlunar og bæjarráð fól bæjarstjóra undirritun samningana. Og það kom einnig annað erindi inn, lið 5 frá íþrótta- og tómstundafulltrúa sumarnámskeið 2019 þar sem var tilraunaverkefni með sumarfrístund hér á Reyðarfirði og það sem tókst mjög vel og bæjarráð fagna því að þetta tilraunaverkefni var góðan árangur og raun bara vitni og minnisblaði sem fylgir hérna er vísað til fjárhagsáætlunar 2020 og það verður þá útfært í fjárhagsáætlunargerðinni í öðrum byggðakjörnum á næsta ári. Það er fyrir Eydís, Dýrun Pála Skaftóttur við beðum orðið. Gerðu svo Dýrun. Bæjarstjóri, forseti og bæjarfulltrúar. Það er í fundagerð bæjarráðs. Þá er 1.4 og 1.5 sem langar aðeins að
Já, eiginlega bara að fagna að sé farið í gang. Nóra-kerfið, það er þessi þjónustusamningur. Þetta mun létta undir mikið hjá félögum, íþróttafélögum sem eru starfandi hérna í Fjarðabyggð og ekki bara þeim heldur foreldrum líka. Þannig að ég held að þetta sem algjörlega komin inn í nútíman Fjarðabyggð með því að hafa þetta Nóra-kerfi hjá okkur. Svo er það 1-5 sumarnámskeiðin. Það er virkilega gleðilegt að sjá hvað það gekk vel í sumar og sýnir okkur að þörfin er mikil hjá okkur til þess að hafa þessi sumarnámskeið. Og þetta er svona eitt af því sem við vorum örugglega öll sammála að þurfti að fara í gegn og þurftum að setja á stað. Þannig að þetta er bara frábært verkefni og gott að sjá að gekk vel og að það verði framtíð með sumarnámskeiðin hjá okkur. Þakka fyrir dýrinu vilja fleiri kveðs í ljós, Fundargerð Bæjarráðs, svo virðist ekki vera. Ég ber hann upp til samþykktar, hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst fundargerð fræðslunefndar númer 72, orðið er laust hann, vill einhver kveðs í ljós. Svo virðist ekki vera, ég ber hann upp til samþykktar, hún er samþykkt samhljóða. Þá er að fundargerð félagsmálanefndar með 124, orðið er laust hann, vill einhver kveðs í ljós. Hjördís Seljan Þórðardóttir, gerðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og fundamenn. Við tókum fyrir á félagsmálanefndarfundi, fórum við yfir könnun á tómstundariðkum barna í Fjarðabyggð og ég bara þakka Bjarka kærlega fyrir þetta, var ótrúlega upplýsandi og flott framtak. Einnig barst okkur erindi frá velferð barna, sem sagt UNICEF á Íslandi, þar sem að UNICEF var að hvetja öll sveitafélög til þess að setja svona heildstætt og samrænt verklag ef upp kemur grunur ofbeldi og vanrækslu. Og við fengum að sjá sín svona bæklingi sem að Garðabær er með og sem að virkilega flott framtak hjá þeim. Og við vorum búin að vísa þessu til úrvinnslu hjá sviðsstjóra fjölskyldusviðs því að þetta væri virkilega snið til að taka upp hér. Það var líka fengum bréf frá félagi eldri borgara í Fljótsdalshéraði þar sem þeir voru að óska eftir styrk fyrir málþingi farsæla öldrun og við samþykktum að veita 100.000 króna styrk og hvetja jafnframt eldri borgara í Fjarðabyggð til þess að taka þátt í þessu málþingi sem var mjög ánægjulegt, flott. En annað var það ekki, takk fyrir. Takk fyrir Hjördís, ég vil vekja athygli á því að Ragnar Sigurðsson bæjarfulltrúi vakti athygli mína á liðunum framkvæmdar á hjúkrunarheimilina, þarna er undir, þar sem hann er framkvæmdastjóri hjúkrunarheimilina. Það er minn úrskurður sem forseta bæjarstjórnar að hann þurfi ekki að víkja því að félagsmálanefnd fer með staðfestingu á fundargerðum framkvæmdar á hjúkrunarheimilina og þeir þó að við samþykjum fundargerðin í heild þá að þeir staðfesta, þannig að hann hefur ekki aðkomu með sem slíka. Ég tel ekki það að vanhæfi sé að ræða, þannig að hann þarf ekki að víkja með hann á þessum liðum, þessi liður teknir saman fundargerðinni. En orðið er laust fundargerð félagsmálanefndar, engin kveðs í ljós, þá ber ég hann eftir samþykktar, hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst fundargerð landbúnaðarnefndar númer 24 sem tekið var inn með afbrigðum, eins og áður sagði vegna þess að landbúnaðarnefnd kom saman þann 24. ágúst síðastliðinn og til að ganga frá fjallskila og gangnaseðli til útsendingar til þeirra sem fjallskil þurfa að standa. Öllu jöfnu hefði landbúnaðarnefnd að fundargerð farið fyrir fundi ESU á mánudaginn en vegna þess að og síðan hérinn hefði fengið fullnustu en fjallskil þurfa að fara fyrir sveitarstjórn áður en þessu líkur áður en þetta gildi. Þannig að þau tökum hann hér beint á inn í afbrigðum. Orðið er laust fundargerð landbúnaðarnefndar. Vill einhver kveðs í ljós? Svo virðist ekki vera, þá ber hendur samþykktar, hún er samþykkt samhljóða. Þá er hér fundargerð barnaverndarnefndar 3 teknar saman til umræðu og atkvæðagreiðslu. Ef enginn hefur því andmælum, það er fundargerð 103, 104 og 106. Já, 105 hafði komið í villin, já. Þannig að þetta hafði orðið misbrestur á við síðasta. Þannig að 105 er samþykkt, en nú er það hafði ekki borist til réttum leiðum eftir sumarið. Þannig að þær eru hér til atkvæðagreiðslu, vill einhver kveða sér hljóðs? Svo virðist ekki vera, ég ber þar upp til samþykktar, þær eru samþykktar samhljóða. Þá erum við komin liðin almenn mál sem er
fjárhagsáætlun 2019 viðauki 4 við fjárhagsáætlun ársins og ég mun nú fylgja, mæla fyrir viðauka 4 við fjárhagsáætlun ársins 2019 sem tilkomið vegna aukins kostnaði við barnaverndarmál. Á fundi bæjarráðs nú sem haldinn var á mánudaginn síðastliðinn 27. ágúst var tekið fyrir erindi barnaverndarnefndar vegna aukins kostnaðar sem fyrirliggjandi orðið við barnaverndarmál í sveitarfélaginu á árinu og bæjarráð samþykkti þá tillögu barnaverndarnefndar sem svohljóðandi að útgjöld í málaflokkum 02 sem félagsþjónusta hækki 14 milljónir króna og farið til heildarútgjöld þess málaflokks úr 511 milljónum í 525 milljónir. Framlög til barnaverndar hækka það þannig umræddar 14 milljónir og verða þá 64 milljónir á þessu ári í stað 49 eins og gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Þá lagt til að þessi, náttúrulega svo venja með viðaukagerð, að þessi hækkun rekstrakostnaðar lækki rekstraniðurstöðu aðalsjóðs og lækki þar leiðandi eigið fé aðalsjóðs sömu upphæð, þannig að handbært fé okkar verður þá verið í árslok 270 milljónir tæpar með við þennan viðauka. Síðan eins og venja fylgir viðaukanum bæjarfulltrúar séð í fundargátt sinni sundulegum einstökum liðum þessa viðauka og áhrif hans á rekstrarreikning og sjóðstreymi á B-hluta. Orðið laust viðaukan. Engin kveður sér hljóðs. Ég ber þá viðaukanum til samþykktar. Hann samþykktur samhljóða. Þá dagskrá bæjarstjórnarfundar í dag tæmd. Hér næsti fundur bæjarstjórnar 12. september. Já, nei, við þurfum þess ekki, hún hefur eitthvað sem hefur fullnaðarvald með framkvæmd. Ég talaði val á hann. Já, þann 12. september, við gerum svo ráð fyrir að í tengslum við sjávarútvegssýningu og fleira seinni fundur septembermánaðar við tökum það fyrir og næsta fundi verði færður til daga innan vikunar vikudaga því að fyrir sjáanlegt að hluti bæjarstjórnar sem situr í hafnarstjórn mun sækja sjávarútvegssýninguna þar sem Fjarðabyggð með bás eða hafnarsjóður og vera tal til aðstoðar mun vera þannig að við þurfum að tökum það fyrir á næsta fundi. En fleira var ekki hér í dag. Ég þakka bæjarfulltrúum fundarstjórnar og segi fundi slitið.